uppalinn á Akranesi. Tvítugt sótti hann ýmis myndlistanámskeið sem varð til þess að hann fór á myndlistarakademíu í Hollandi og útskrifaðist þaðan með BA-próf í myndlist. Hann tók sér listamannanafnið Baski, lifir á myndlistinni og hefur gert í mörg ár. Baski hefur búið í Hollandi frá árinu 1996 með konu sinni og 3 börnum. Árið 2012 gaf Baski út bókina Akranes heima við hafið. Í bókinni eru málverk sem hann málar af bernskuslóðum sínum og hverri mynd fylgir stutt saga, endurminning af Akranesi, skráð samkvæmt frásögn Baska af Maríu van Mierlo, hollenskum rithöfundi. Með hverri öldu sem brotnar við ströndina máist dálítið af landinu burt. Leið og tíminn þokast örlítið úr stað. Fyrr en varir það sem þykir sjálfsagður hluti af umhverfinu og maður veitir enga sérstaka athygli í dagsins amstri orðið hluti af sögunni. Sögu einstaklings, sögu bæjarfélags, sögu þjóðar. Minningabrot sem saman mynda einhvers konar heild, að sumu leyti sanna, að sumu leyti skáldaða og mörkin ævinlega óljós. Það eru nokkrar af þessum endurminningum sem við ætlum að færa ykkur í dag. Baski veitti okkur góðfúslega leyfi til að nota frásagnir hans í göngunni og þökkum við kærlega fyrir það. Þá vil ég geta þess að uppbyggingarsjóður Vesturlands styrkir verkefnið og þökkum við kærlega fyrir það. Gangan tekur klukkutíma og er líkur hér í Café Lesbók, þar sem boðið verður upp á tónlistaratriði. En í lokin þá ætlum við að kynna okkur og þær sem skipa á hópinn í dag, það er Guðbjörg Árnadóttir, Hallbera Jóhannesdóttir, Hulda Gestsdóttir, Þórdís Ingibjartsdóttir, Unnur Sigurðardóttir er svona hirðskáld hópsins. Já, Auður fyrirgefðu, Unnur Sigurðardóttir er náttúrulega lesari, en svo er Auður hérna á hliðarlínunni. Fyrirgefið þetta. Og svo er ég, Halldór Jónsdóttir, lesari líka. Og við ætlum eiginlega að byrja á hérna vísu hirðskáldsins. Áður en við löbbum niður að Hafnarhúsinu, þar verður síðan mesti lestur. En nokkrar kátar kettlingar kjaga strætin enn. Þær ættu að fá góða greiðslu sem götu listamenn. Og svo går við. Við ætlum að lesa hérna Akraborgina. Sérðu birtuna sem berst út skipstirnar? Þarna var leiðin inn í ævintýralandið. Í hvert sinn sem við gengum borð og upp stigann, vissum við að nýtt ævintýri var í uppsiglingu. Heyrið í mér? Já. Ferjan hét Akraborg, eins og flestar ferjurnar. Þessi Akraborg var hvít á litinn og á 3 hæðum. Á milli þilfari var bílageymslan, uppi var farþegarými þar sem hægt var að kaupa dagblöð og sælgæti og eins voru seldar heitar máltíðir og franskar kartöflur. Í neðra farþegarýminu voru kojur. Tilvera skipsins einkenndist af reglubundinni endurtekningu. Klukkutíma sigling, hálftími upp við bryggju, afferma og ferma á ný, 4 siglingar fram og tilbaka á dag. Yfir sumartímann var stundum bætt við aukaferð helgar. Siglingin til og frá höfuðborginni var ekki bara þægilegur ferðamáti, heldur mikilvægur þáttur í samskiptum fólks og í raun ómissandi hluti af bæjarlífinu. Á þessari klukkutíma löngu siglingu
rakst maður alltaf á kunnugleg andlit og þá gafst upplagt tækifæri til að spjalla við vini og kunningja. Menn fengu sér kaffibolla í veitingasalnum og skiptust á helstu fréttum. Oft voru kappleikir á höfuðborgarsvæðinu og að leik loknum var oftast hægt að lesa úrslitin úr andlitum manna á heimleiðinni upp á Akranes. Líkt og á öðrum hafsins fleytum var stundum vart við sjóveik borð. Hvað mig sjálfan áhrærir var engin undantekning þar á og var þá reynt að kopast í koju. Þefur af frönskum kartöflum var ekki beint til að bæta sjóveikina, en taktfastur vélasláttur skipsins var líksamur þegar maður lagði höfuðið að þiljum. Við hinir sjóveiku glöddumst mikið þegar slegið var af og við vissum að bráðum legðist skipið að bryggju. En það var oft ekki fyrir en talsvert eftir heimkomu að heilsan fór aftur að skána. En það komu margir góðir dagar og á mildum sumardegi gátum við setið upp á dekki og notið dýrðar hafsins og fylgst með smábátunum að veiðum. Stundum settust við í hægindastól og lýndum aftur augunum í átti sólar í fullkominni slökun. Á slíkum stundum velti maður því ekki fyrir sér að skipinu fylgdi óværa, skipsdraugur. Enginn kunni almennilega frá honum að segja. Einhverjir töluðu að hann væri norskur vegna þess að skipið hafði verið í Noregi áður. Aðrir töldu að þetta væri íslenskur sjómaður. Það var meira að segja til fólk sem hafði enga trú á að borð fyrirfyndist skipsdraugur yfir höfuð. Bara bölvaði þvættingur, sögðu þeir. En hvað það? Draugurinn var sagður karlkyns og ætti bara gott til og gerði engum mein. Hann passaði jafnvel upp á að allt færi vel fram borð. Ef menn urðu illir í samræðum, höfðu rangt fyrir sér eða fóru frjálslega með sannleikann, var þeim refsað fyrir ósómann með því að glasið þeirra féll á hliðina eða hvolfdist úr því á gólfið. Og nú hugsa einhverjir, já það eðlilegt að glös fara á hliðina í veltingi. Stundum sást draugurinn niður á bílþilfarinu þar sem bílarnir óku til og frá borði. Akraborgina spunnust margar sögur. Seinna voru grafin göng undir Hvalfjörð og allt í einu var hægt að skjótast til Reykjavíkur á bíl án þess að þurfa að fara inn allan Hvalfjörðinn og engin not tali lengur fyrir ferju. Ökutími styttist helming. Með afnámi ferjusiglinga hvarf einn af föstu punktum í tilveru Akurnesinga. Og svona eftir á saknar maður þessa klukkutíma sem menn höfðu til að skrafa saman eða sitja rólegir í eigin þönkum borð. Eins og allir virðulegir kaupstaðir átti Akranes líka sína þjófa og þeir voru meira að segja 2. Hér verður enginn nafngreindur enda þykist ég vita að þetta séu heiðvirðir menn í dag. Þessir 2 unnu oftast sem einn maður, enda auðvelt að vera þjófur á Akranesi áður fyrr. Þeir voru fáir sem læstu íbúðum sínum og hvað þá bílum. Bærinn var sem sagt paradís fyrir þjófa, en eins og fyrr sagt voru þeir einungis 2 og því auðvelt fyrir eina svartklæddu lögreglumenn á Akranesi að finna þýfi. Þeir byrjuðu á að heimsækja annan þessara ólánsmanna og ef ekkert fannst hjá honum, þá var það fyrir víst hjá hinum. Við hlógum að þessu bröltu öllu saman og sögurnar að tvíeykinu voru til þess fallnar að krydda hið daglega líf. Ein besta saga var þó þegar brotist var inn í Akraborgina. Þá hefðu þeir félagar verið á ferðlega næturlagi og haft upp úr krafsinu mikið af tóbaki. Allt gekk eins og smurð vél hjá þeim kumpánum svo þeir létu undir höfuð leggjast að veita eftirtekt litlu smáatriði sem oft fylgir vetri. En það hafði snjóað fyrr kvöldi. Þeir lögreglumenn sem kom á vettvang röltu í mestu makindum í slóð þeirra, blístrandi með hendur fyrir aftan bak, beint heim til þeirra félaga sem tókst ekki að fela vindlingareikin í íbúðinni
fremur en annað og játuðu þegar sekt sína. Það var svolítið skemmtilegt að Akranes þetta landi. Ég fannst allt. Í Axelsbúð var allt að minnstakosti fleira en maður getur ímyndað sér til sölu. Gúmmískór til að nota í bleyti og puðu, allt sem þurfti til veiða, veiðistengur, önglar, flotholt, beita, byssur og skotfæri, skrúfur, naglar og nammi. Lakkrísrör fyrir kókið, skorprör, gólfkúlur, föt, jakkar, hanskar og snæri og þá voru ekki nefnt nema brot af úrvalinu. Þegar inn í búðina kom, blasti afgreiðsluborðið við. Hluti af því var með glerflöt, þannig að dýrindis varningurinn sást í gegn. Augun staðnæmdust við allt salgætið sem komið var fyrir þarna. Mikið hlaut það að vera bragðgott. En vegna þess hve lengi það hafði legið þarna óhreyft var það orðið nokkuð upplitað. Eins var með gosdrykki sem til sýnis voru í efri hillum. Liturinn hafði fölnað verulega í tímans rás. Snúum okkur að kókflöskunum. Þær voru geymdar í hinum fræga eldrauða Coca-Cola kæli sem hélt gosinu við frostmark. Það var svo kalt að það þurfti að taka kælinn úr sambandi við nóttina til að koma í veg fyrir að allt yrði að klaka. Þarna var albesta kókið á Akranesi, svo kalt að kaldara gat það ekki orðið. Kók með Prins Pólo á toppurinn, alveg himnest á bragðið. Kók frá Ameríku og súkkulaðikeks frá Póllandi. Jafnvel sjómenni tóku þetta guðafæði með sér borð og kölluðu sín á milli trillukeks. Prins Pólo var upphaflega vafið í gylltan álkarpi sem hleypti súrefninu af. En á 9. áratugnum var farið að pakka því í loftþéttar umbúðir sem héldu súkkulaðinu mjúku, en það var ekki fyrir löngu seinna sem fara að vera að selja þær umbúðir í Axelsbúð. Við fengum árum saman gamla grjótharða súkkulaðið í álpappírsumbúðunum sem stóð hinu nýja Prins Pólaði langt framar. Þetta uppþornaða harða súkkulaði var og er það langbesta og auðveldara verður að skóla því niður með ísköldu kóki. Axelsbúð gegndi líka öðru mikilvægu hlutverk í bænum. Hún var nefnilega óvart miðstöð þar sem að maður hitti mann. Það var ekki alltaf jafn gaman fyrir okkur krakkana að koma þarna sem var oftast með pabba okkar, þrátt fyrir heillandi og stórkostlegt vöruúrval. Ef verið var að fara í veiði með pabba og aðeins þurfti að koma við í leiðinni til að kaupa eitthvað sem vantaði, jafnvel bara einn spúð, þá var það vitamál að stoppið yrði lengra en upphaflega var ætlað. Pabbi hitti alltaf kunningja þarna og menn þurfti að ræða málin. Búðin var eins og markaðstorg, þar sem karlaviðskipti þorpsins fóru fram. Ég skal redda þessu fyrir þig. Ef þú hjálpar mér með þetta, þá sé ég hitt. Þú getur fengið kerruna mína að láni. Fínt, hvað get ég sótt hana? Ó, blessaður. Já. Ég þurfti einmitt að tala við þig. Já. Og í millitíðinni þá vorum við löngu búið með kókið okkar á keksið. Svona gekk þetta allt sinn vanabundna gang og þegar við krakkarnir vorum sjálf komið til manns og komið með krakka, vorum við lítt skárri en fyrirmyndirnar. Og lékum sama leiki, gáum krökkunum okkar kók og prins og létum þau setjast á gráa bekkinn og stunduðum bæjarviðskipti, eins og það var stundu kallað undir rós. Svo fór að lokum að byggingavöruverslanakeðjur ruddust inn á markaðinn á Akranesi, sem var til þess að litla Axelsbúð gaf upp andann, hægt og hljóðlega. Nú er rauði kókkælirinn kominn á byggðasafnið í Görðum ásamt ýmsum öðrum munum úr búðinni. Enginn hafði orð á því að Axelsbúð væri ómissandi fyrr en hún var horfin. Og seinna meir fór fólk að sakna hennar. Þegar upp er staðið og horft tilbaka yfir feril Axelsbúðar var það kannski ekki verslunarvaran sem skipti megin máli, heldur hinn daglegu samskipti manna sem þar fóru fram og voru svo góð fyrir sálartetrið
í amstri dagsins. Þannig lifa minningarnar verslunina við höfnina, Axelsbú. Það má segja að það hafi verið þreföld gleði að fara í sunnudagsbíó á Akranesi. Í fyrsta lagi að krýja út peninga og samþykki foreldrana fyrir bíóferðinni. Því næst, eftir að hafa hýst út í norðan roki í langan tíma í enn lengri biðröð, að komast loksins inn. Og síðast en ekki síst, þegar ljósin dofnuðu í bíósalnum, allt var svart og myndin rúllaði loks af stað með marrandi kvikmyndavélarhljóðin í bakgrunni. Og sælan hríslaðist hann allan. Tvær systur, Alda og Sjöfn frá Auðnum, skiptust á að selja bíómiðana. Úr sölulúgunni streymdi hiti og góður framandi þefur. Við þrýstum nefin upp að glerinu í miðabúrinu með litla opnarlega gluggunum og komust þannig í samband við heim þeirra sem var fullur af þessari dularfullu lykt sem var blanda af ylvatni, grænum eða rauðum bíómiðum, seðlum og skiptimynd. Og frá þessu öllu streymdi svo spennan í kringum myndina sem átti að fara að sýna. Og þegar maður var loksins kominn inn í anddyrið, sem var hlýtt og notalegt, það bættist við einhver gullin hátíðatilfinning, full af barnslegri eftirvæntingu. Bíóferð var endalaus draumur af framandi áhrifum og nýrri upplifun. Þrátt fyrir vinsaldir bíóhallarinnar stóð reksturinn rétt svo undir sér og aldrei voru til peningar til að leigja nýjustu kvikmyndirnar. Nýju, þið vitið, myndirnar sem loksins komu til sýningar eftir langa bið höfðu þá rúllað langan tíma í Evrópu og voru eintökin oft rispuð og slitin þegar þau komist í hendurnar á Gísla sýningamanni. Stundum kom það fyrir þegar sýningin var byrjuð að myndirnar hlupu til í rammanum eða hrukk úr fókus og þá var kallað á myrkrinu: Gísli! Gísli! Þangað til að Gísli brást við og tímið að segja það í flutina. Á meðan beðið var eftir nýjum myndum voru vinsælustu myndirnar bara sýndar aftur og aftur undir mismunandi nöfnum. Hassan og týndi fjársjóðurinn, Hassan og Apabróðir og síðast en ekki síst Hassan og týnda borgin. Þrisvar sinnum var sama myndin sýnd og þrisvar sinnum stóðum við þolinmóð í biðröð til að vera flytt inn klukkan 4 í eftirmiðdaginn og sunnudags barnabíó. Þannig gekk þetta fyrir sig og við vissum ekki betur en þetta væri venjan. Einu sinni oftar fór ég í bíóið með bróður mínum og uppgötaði þá rétt áður en röðin kom af okkur að ég var ekki með nógu mikið pening fyrir báða. Þá var bara að reyna að taka áhættuna og svindla öðrum hvorum okkar inn með kösinni sem myndaðist við dyrnar rétt áður en opnað var. Fram hjá Jóa sem reif á miðunum. Þegar við bárumst með straumnum gegnum dyrnar rétti ég miðan á Jóa fyrir bróður minn og stakk mér síðan eldsnöggt á eftir honum. Ég fann að hann greip í úlpuna mína en sleppti fljótlega þar sem hann varð að sinna hinum fjölmörgu sem vildi líka komast inn með hraði. Maður lét sig síga vel niður í sæti þegar Jói leit yfir salinn rétt fyrir sýningu. Þessi bíóferð var þó undantekning. Oftast var frábær stemming sem myndaðist þegar myrkrið helltist yfir okkur í salnum og bíómyndin rúllaði af stað og augu okkar víldust við tjaldið. Popp og kók í hönd, draumar stráka og stelpna birtust ljóslifandi fyrir framan okkur og allt var fullkomið.
Seinna þegar við vorum komnir til manns, kystum við þarna líka í fyrsta sinn, í sama myrkrinu, elskurnar okkar á 11 sýningu á sunnudagskvöldum. Þá skipti ekki máli þótt að tæki tímann sinn að skipta filmu. Þá var myrkrið af hinu góða og ekkert heyrðist í myrkrinu nema lágværi smellir. Ég man ekki. Fyrstu árin byggum við mamma, pabbi og yngri bróðir minn í kjallara íbúð að vita til 5. Úr ferhyrndu steipugráu leiguhúsnæðinu okkar á milli húsanna á móti glitti í allt öðruvísi hús. Haraldarhús. Húsið var ekki neitt venjulegt hús. Ekkert hús á Akranesi var neitt í líkingu við þessa byggingu. Hús Haraldar Böðvarssonar var ævintýrahöll. Það fyrsta sem vakti athygli var stærðin. Túnið í kringum húsið var mikilfenglegt og húsið reis upp að því eins og tíguleg höll. Gluggar og útskot þöndust út eins og vængir og húshornin voru svo stór að ekki var hægt að sjá fram fyrir þau, hafstóru gluggar, þakið eins og risastórt stígvél, eldrautt á lit, þakrennur sem lið út í buskann, regnpípur úr silfri og tröppur fram við húsið sem leiddu til dýrluna heima. Freistandi útihurð sem bæði laðaði að og stigði frá í sömu munn. Að komast inn í dýrluna var bara fyrir útvalda og hirðfyrra. Að þetta væri ævintýrahöll uppgötvaði ég fyrst þegar það leið yfir mig í garðinum. Nei, annars það leið ekki yfir mig í alvörunni, það var meira svona andarteppa. Ég var með astma. Kannski voru það frjókornin í grasinu. Var þetta vor? Ég er búin að gleyma því. Ég man bara að ég var að leika mér á grasblettunum við þessa miklu höll. Það var nýbúið að slá grasið, sólin hafði vermt það og gert sjálflýsandi. Jörðin endurkastaði birtu og skæru grængulu ljósi sem brendi sig aftur fyrir eyrun á mér. Lyktin af nýslegnu grasi sveif í gegnum nefið og var það eins konar bolta, fullum af vori, einhvers staðar langt inn í höfðinu á mér. Mig dreymdi að drottning Íslands beri mig inn og leggi mig í dúnmjúkt rúm. Þegar ég vakna er ég í björtu, ókunnugu svefnherbergi. Veggirnir eru skínandi hvítir, hátt til lofts og vítt til veggja. Í kringum mig er allt hvítt, blátt, hreint og fallegt. Það eru blóm á veggfóðrinu og herbergið endurljómar í gullnum ramma á veggnum á móti mér. Þetta hlýtur að vera höll, annað er útilokað. Lökin eru eins mjúk og vangi móður minnar. Ég renni mig fram úr rúminu og gekk upp að ökklum í þykkt gólfteppið. Ég svíf hljóðlega herbergið og leita. Hvar er ég? Gangur. Mikill fjöldi mynda hangir á veggjunum. Allstaðar sé ég hluti sem ég hef aldrei litið augum áður. Postulínsvasi, gilt klukka, brúðskápur með gulum kvenlíkumum útskornum í viðinn. Hvernig komst ég inn í þetta hús? Getur verið að ég hafi verið vakin af kossi lítillar prinsessu. Ég geng að glugga og lít út. Undarlegt. Við mig blasir vitateigurinn. Gatan mín. Litla gráa húsið okkar í þröngum bottlanga starir á mig hinum megin við götuna með sínu ferhyrndu gluggum. Í garðinum stendur móðir mín á tali við drottningu Íslands. Það líta báðar upp í áttina til mín. Frúin bendir á húsið sitt, bendir á mig, svo veifa þær báðar hljóðlaust til mín. Móðir mín og drottningin, þær veifa til mín.
Við erum stödd hérna hjá honum Hinna. Á Skaganum voru í það minnsta 2 góðar ástæður til að fara til rakarans. Í fyrsta lagi fóru menn þangað til að láta snyrta sér hárið og í öðru lagi var gott að ræða við hárskeran til að komast að því helsta sem var að frétta úr bæjarlífinu. Þegar við vorum smá guttar var alltaf farið til Jóns rakara. Hann sá klippingar á þeim yngstu og elstu í bænum og handbragð hans á drengjakollunum var auðþekkt. Oft þegar maður satt og beið eftir klippingu hjá Jóni, heyrði maður á tal hans og eldri mannana sem sátu á stofunni með dagblöðin eða tóku í spil. Aðalega var rætt hestamennsku og maður vissi strax á barnsaldri talsvert fet, brokk, stökk, tölt og skeið án þess að maður hefði nokkuð tíma farið á hestbak. Þegar táningsárin nálguðust skipti maður yfir til Hinna. Gamlir menn sögðu gjarnan Hinna: hann klippir menn í litlu gömlu símstöðinni og það er ekkert minna talað en áður. Og svo hlógu þeir að sjálfum sér. Hinni var meiri stílisti, eins og það var kallað, og setti sig inn í nýjustu hártískuna. 1980 voru Grísbíómyndin mjög vinsæl hjá okkur unglingunum og notuðu hetjur myndarinnar mikið briljantín til að ná gömlu góðu kúl rockabilly hárgreiðslunni. Þá var nóg að gera hjá Hinna á litlu rakarastofunni. Og þétt setinn bekkurinn á unglingum sem biðu eftir briljantíngreiðslunni til að líkjast fyrirmyndunum úr Grís. Það hefur alltaf verið notalegt að koma á rakarastofuna til Hinna, að maður tali nú ekki á köldum vetradögum þegar skúrkýtran var vin þar sem hægt var að tylla sér á bekkinn með heita kaffibolla og taka þátt í umræðum bæjarlífið, fótboltann, golfið og stjórnmálin. Hinni veit margt, enda í þannig stöðu að hafa haft hendur í hári flestra skagamanna og heyri því mikið af sögum. Hinni hefur lag á að tala aldrei illa neinn og ef menn koma til hans og eru önugir út í einhvern, lætur Hinni þá bara blása út á þess að segja nokkur sjálfur. Heldur bara áfram, rólegur og yfirvegaður, að snyrta hár mesti móðurinn runnin af viðkomandi, sem gengur svo stillilega út eftir róandi meðferð rakarans. Ef maður hafði áhuga á að kafa nánar ofan í einhverja gróusögu sem gekk í bænum hjá Hinna, sagði hann lítið og maður sá í speglunum að hann brosti bara þeim mun meira sem maður reyndi að veiða upp úr honum upplýsingar sem maður vissi að hann lá á. Mottóið hjá Hinna að segja lítið er silfur, að þegja er gull. Bjarnalaug var eina sundlaugin á Akranesi lengi vel og sem krakka fannst mann hún alveg nógu stór. Þó í raun rétti séð það ekki, hún er rétt rúmir 12 metrar á lengd og 7 metrar á breidd. Bára var oftast í búrunni í Bjarnalaug, þar sem hún var við afgreiðslu og uppúrrekstur. Og í þá daga var litla sundlaugin okkar svo vinsæl að ef börnunum hefði ekki verið skammtaður tími þá hefðu þau unað sér í lauginni allan daginn og þrengslin hefði verið svoleiðis eins og í sardínudós. Hver man ekki eftir Báru kalla í hljóðnemann? Númer 15, 16 og 17 upp úr. Ekki fellega var alltaf fúlt að vera kallaður upp úr. Ég bjó ekki langt frá henni og spilaði oft fótbolta á stóru túni sem var við litla húsið á Torfustöðum sem lá að garðinum hennar. Og oftar en ekki kom það fyrir að boltinn endaði á lóðunni hjá Báru. Og ef hún var að stússast í garðinum þá kastaði hún eða sparkaði boltanum aftur til okkar, glöð í bragði með orðunum: "Nú kemur þrumuskot." En eitt lifir þó alltaf sterkast í minningunni. En það var þegar búningar meistaraflokks ÍA héngu til þerris á snúrunni hjá Báru, gulir og svartir.
Það kom fyrir þegar sækja þurfti bolta sem lent hafði í garðinu hjá henni að gripið var í ermi á treyju með einhverju númeri og fannst manni þá eins og maður væri að taka í höndina viðkomandi knattspyrnumanni sem var kannski ein af mörgum hetjum æskunnar. En Bára annaðist þrif og umbúnað búningana mikilli natni. Allt var straujað og brotið saman í stóra kistu og að sjálfsögðu allt í númeraröð. Sundkennararnir Helgi Hannesson og Ævar Sigurðsson kenndu árabil meira og minna allri æsku Akraness fyrstu sundtökin. Helga man ég vel eftir. Rödd hans hljómaði eins og risastór þokulúður yfir laugina og tréklossarnir á fótum hans skullu á bakkanum með miklum hávaða. Það þurfti reyndar ekki mikið til því það glumdi vel í steinsteyptum salnum. Sundkennslan var skyldugrein fyrir alla og miðað við kennsluaðferðir nútímans myndi hún teljast ansi frumstæð. Aðferðin fólst eiginlega bara í því að henda okkur út í laugina með kúta úr gúmmíslöngu á bakinu. Gúmmíkúturinn var með áföstu belti sem notað var til að festa hann á búkið. Hann var eiginlega stór hættulegur því að stór og hvass loftventil stóð beint út í loftið á honum miðjum. Eins gott að fá ekki ventilinn í sig ef einhver sneri sér óvant við því það gat gefið væna skrámu. Helgi gaf okkur skýrar fyrirskipanir frá bakkanum. Beygja, kreppa, sundu saman, gall rödd hans yfir okkur. Og ef við vorum ekki nógu snögg eða vildum komast tilbaka að bakkanum, potaði hann í okkur með löngu kústskafti. Þegar hann gaf okkur sýnikennslu á sundtökunum, átti hann til að leggjast á magann upp á borð og sprikla þar með höndum og fótum. Við reyndum að vanda okkur mikið að... Nei, afsakið. Já, þetta er þú. Það var komin á skrið, sko. Já, það er eftir góða mynd. Við reyndum að vanda okkur mikið þarna í klórvatninu. Ekkert fóð fram hjá Helga. Og þó hann væri ekki alltaf í sjónmáli, heyrðist alltaf hvellröddin og skellirnir í klossunum. Ef maður var við hann á bakkanum, reyndi maður hann á meiri hraða í vatninu með föstum sundtökum til að forðast kústskafti. Kennslufræðin var kannski ekki mjúk og nærgætin, en hún var mjög árangursrík því að við urðum fljótt vel synd. Það var ekkert vesinn með próf eða prófskírteini. Þegar Helgi og Ævar, sá og einhver var orðið syndur, þá var það bara á hreinu og sá hinn sami útskrifaður. Já, það er bara komið. Það var bara næsta stopp. Leikfimi. Ef eitthvað var meira svalandi en kókið í Axelsbúð, þá voru það örugglega leikfimistímarnir á Laugabrautinni yfir vetrartíma. Kaldur vetrarvindurinn gnauðaði gegnum alla veggi á þeim stað. Þegar leikfimistíminn hófst snemma á morgnana, hafði hitakerfið engan veginn náð að kynda upp húsið og það var jafn kalt inni og úti. Í byrjun tímans voru við látin klifra upp í rimlana. Því næst kölluðu leikfimiskennararnir okkar, Hallur og Ævar, hvor þeirra sem var að kenna, myndið X og svo A og svo léttilega yfir jössunni og svo hanga. Og þar héngu við skjálfanda kulda. Við fengum fljótlega hita í kroppinn ef boðið var upp á boltaleiki og maður vonaði alltaf að boltið færi nú fljótlega að rúlla. Þessi heimur á Laugabrautinni var undir stjórn þeirra Halls, Ævars, Runóls og Fríðu, hinnar elskulegu Fríðu, sem alltaf var í hvítum sjúkraslokk með alla lyklana sem hringlaði í og festir voru í keðju við sunduvasan. Fríða tók á mót okkur og skipaði okkur að ganga snyrtilega frá skónum, sagði okkur að vera prúð og myndaleg og vera nú ekki með læti. Eftir leikfimistíman fóru við í sturtu, ískalda sturtu. Oft hrópuðu þá til Fríðu og kvörtuðu með því að það var engin hiti á sturtunum.
Þá kom Fríða askvaðandi inn með eitthvað járnbút og lamdi á ryðgaðar vatnslagnirnar í sturtuklefanum, þar sem við hímdum skjálfandi strákarnir einungis með handklæðinu utan okkur. Svona, það held ég þetta sé nóg fyrir ykkur, sagði Fríða þegar hitinn fór loks að streyma pípurnar. Kannski var það Fríða sem bónaði gólfið á meðan við vorum í sumarfríi svo það glampaði. Og þó, líklega hefur það verið hópur einhverja fagmanna. Allavega var það staðreynd að á fyrstu haustdögunum þá skein á gólfið í leikfimishúsinu þar sem við hlupum alla jafna berfætt á eins og spegil. Rimlarnir sem voru við suðurenda hússins spegluðust í því eins og tré við stilltan vatnsflöt og allt angaði þar inni af sterkri olíulagslykt sem gerði mann hálf vankaðan. Og þefurinn varði langt fram eftir vetri og situr enn sterklega í minningunni leikfimissalinn á Laugabraut. Þegar við í mínum árgangi urðum 10 ára var leikfimiskennslan flutt í stórt og fullkomið nýtt íþróttahús við Vesturgötu, ábyggilega stærst á Íslandi þá. Gamli leikfimissalurinn á Laugabraut varð eftir einn og yfirgefinn og núna horfinn með öllu. Nokkrum árum eftir að leikfimiskennslu var hætt í húsinu var því breytt í bátasmíðaverkstæði og salurinn fékk þar nýtt hlutverk. Ég man að ég stóð eitt sinn við stórar dyr sem voru komnar á hlið hússins og leitar inn. Rimlarnir voru þarna ennþá, en nú höfðu þeir allt annan tilgang. Voru notaðir til að hengja upp kraftmiklar tangir og önnur verkfæri. Gólfið var tætt og skemmt og á því stóðu hálfköruð skip. Það var skrítið að standa hann aftur mörgum árum seinna og hugsa tilbaka. Að þetta hefði verið okkar staður, okkar krakkana hjá Halli, Ævari og Fríðu, en svo var ekki lengur. Þetta var ekki okkar staður framar. Lyktin og speglunin farin og kuldin, já kuldin. Kannski eftir á að hyggja, eins gott að hér var komið verkstæði. Bátunum verður í það minnsta ekki kalt. Bósi klípa í nefi. Garðar Sigmundur Jónsson, eða Bósi eins og við kölluðum hann, gekk ekki heill til skógar og kom það meðal annars fram í mælans og hreyfingum. Hlutverk hans var að bera út ýmis bréf og reikninga til okkar Akurnesinga, aðallega fyrir Landsbankann. Vinnubrögð hans einkendust af mikilli vanafestu. Á hverjum degi gekk hann alltaf og nánast undantekningarlaust sömu reglubundnu leiðina og krókana. Alveg sama hversu mikið rigndi, snjóaði eða blés. Bósi var stundvís. Hann var ein af þessum klukkum Akraness sem hægt var að stilla úrið sitt eftir. Þegar maður heyrði rjáttlað við bréfalúgun á ákveðnum stað í bænum, gat maður vitað hvað tímanum leið. Það eina sem truflaði hann við dagleg störf voru ósvífnir unglingar sem áttu það til að stríða honum og kalla á eftir honum ókvæðisorð og espa hann upp með pólitískum slagorðum. En flestir bæjarbúa voru samt sem áður vinir hans og kunnu vel að meta. Hann vissi allt húsin og fólki. Bósi var mjög trúrækinn og sérlega barngóður. Þegar við vorum að leik og hittum hann á förnum vegi, beygði hann sig yfir okkur og sagði: Bósi klipp í nefið. Svo kleip hann glettnislega í nefið á okkur og við hlógum með honum. Þá spurði hann svolítið nefmæltur hvort við hefðum ekki verið þæg í dag og þegar við játuðum því, leit hann yfir gleraugun og sagði: Það nú gott. Og svo hló hann á sinn sérstaka hátt og hélt sína leið. Það eru örugglega fáir Akurnesingar á mínu reki sem Bósi hefur ekki klipið létt í nebban á.
Bósi var ímynd festu og stöðugleika, eins og kennileitin í umhverfinu, hógvær hluti af samfélaginu okkar. En get ég heyrt hlátur Bósa kveðinn í nef. Það þarf ekki mikið til. Skiptum við möppu hérna á tíma. Já, nú þessari göngu lokið, en Írskáld hópsins, hún Auður Sigurðardóttir, hún göngaði að okkur vísu þegar við vorum í vor að undirbúa okkur og vísan hljómar svona. Í göngurnar fóru þær glaðar og geng alltaf hraðar og hraðar. Uns örendi þraut, þær ultu af braut og ekki lengur til staðar. Og þá var bara að skella sér inn á lesbókina og njóta tónlistar með Huldu og Bandri. Og þakka ykkur bara kærlega fyrir að vera með okkur hér í kvöld. Takk fyrir. Upp þær stóðu allar, þá ómaði gleði söngur. Uns einhver úr ösinni kalla, þetta eru víst afturgöngur. Ég veit þú kemur í kvöld til mín, þó kveðjan væri stutt í gær. Ég trúi ekki á orðin þín, ef annað segja stjörnudvær. Í ró. Við leitumst ljóð ungan skóg. Þú varst yndi og ástin mín, og stundin á feng eins og